Hvað er að Einari? Hvað meinarðu? Hvenær sástu Einar síðast? Ég held að það hafi verið í haust. Nokkrum vikum eftir að þau ættu saman. Hæ. Hæ. Já, þetta verður auðveldar með tímanum. Er það? Ég sá mynd um daginn sem sagði að tíminn læknaði rauninni allt nema sár. Að hann bara svona teygði á sársaukanum. Og þegar allt er farið með tímanum, þá er þetta, eða þú veist, þegar þú ert farin frá mér, ég er farin frá þér. Þá er þetta hérna, sem var á milli okkar, þá er það bara eina sem er eftir. Svona opið sár. Ertu ekki búin að drekka nú? Ha? Hvað þetta var ég? Geturðu bjargað mér? Neip. Það er að svara. Hvað er klukkan? 3. Hver er að hringja? Hæ, Gunni. Þetta er ég. Ég veit eiginlega ekki af hverju ég er að hringja, en þú færð eitthvað svona tilfinninguna þegar þú vaknar um miðjanótt að það sé eitthvað með þér í myrkrinu. Eða einhver. Þegar ég er í rökkri þá finnst mér alltaf eins og að sé eitthvað með mér. Hvað ertu að fara? Fara smá út. Kom eitthvað fyrir það? Fara bara eftir að sofa og ég skal bara hringja þig í fyrramálið. Í fyrramálið? Hver var að hringja þig? Enginn. Hafa engar áhyggjur. Ókei. bendir til þess að við fáum rauð jól. En við látum það ekki trufla okkur og höldum áfram með jólatónlistina í allan.
Einar! 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 Það er sem sagt portrett á listamanninum. Solpa, náttúrulega lit. Einar? Hæ. Hvað ertu að gera þetta? Hvað er ég að gera hérna? Hvað ert þú að gera hérna? Slappa af. Hvernig vissirðu hvar ég væri? Hvernig? Þú hringdir í mig í nótt. Þú sagðir þú væri hérna í rökkri. Já. Einar, hvað er í gangi? Hvað er símið þinn? Af hverju svarar ekki í hann? Ég hendi honum eitthvað. Af hverju gerir það? Af því hann hætti ekki að hringja. Veistu hvað, ég hafði miklar áhyggjur af þér. Ég held án gríns að þú komið hingað til að... Hvað? Ertu komin til að bjarga mér? Þú kannski vita að þú er að koma og það er tekið til. Hvað ertu búin að vera hérna lengi? Bara nokkra daga. Má ég spyrja af hverju? Það var eitthvað sem gerðist hérna sem ég langaði til að muna. Hvað? Maður ekki. Og hvað, átti þetta að hjálpa til það? Sko, ef þú ert komin hérna til að vera með eitthvað intervention, þá er það bara algjör óþarfi. Einar, ég er hérna því að þú hringdir í mig og gerði mig dauðhræddan. Já, fyrirgefðu. Ég var bara búinn að fá mig nokkra.
þegar ég hringdi. Hvað er kallt hérna, maður? Nókað. Einar! Já, það er ekkert að. Það er allt í lagi með mig. Takk fyrir að koma, en það er bara ekkert að. Ertu alveg viss um það? Já, ég er alveg viss um það. Já, það? Já. Það lokast aldrei sig. Fokkin. Hvað er bíllinn? Guðskálum. Guðskálar sem ég ólst upp. Svona 6-7 kilometrar hérna. Hvað, hefur ekki hugsað að vera lengi hérna? Hvað er málið? Þú þarft ekkert að vera hérna. Þú mátt fara. Einar, ég er ekkert að fara að skilja þetta eftir. Æ. Ef þú ætlar að vera þarna, máttu elda. Bara í eina nótt. Hann er bara haldið óstöður. Og hvað? Er hann að reyna eitthvað? Nei, það er ekki í gangi, sko. Hann er bara á vondum stað. Ég var að fara, ég reyna að grilla hérna. Þetta er grilla? Já, maður ekki bara hringja á morgun. Ég sakna hann. Ok, bye. Hvað búið að breyta ykkur hérna síðan sumar það? Nei. Eins og hverju? Bara veit ekki, mér finnst bara eins og að vanta eitthvað. Já, ást. Gleði. Hamingju. Það var bara vant að fullt hérna síðan sumar. Hvað ert þú búinn að vera að gera? Ekki mikið, bara vinna og fara í próf og svo. Hvað er plöðan jólin? Bara það sama, þegar mömmu og pappa og svona. Einn. Já. Þegar þú hringdir í mig í gær, þá sagðir að það var einhver inni hjá þér. Hvað áttirðu við? Nei, það var enginn, sko. Ég bara var fullur eitthvað að bulla. Ertu alveg viss? Er það þessum sem þú komst? Það helst það væri einhver annar. Hvað? Bara skrítið. Við sváum í sama rúmi í mörg 100 daga og nú ert þú eitthvað búa gestarómið. Einar, þetta er búið að vera langur dagur. Klukkan er bara 10. Já. Ég er ekki búinn að sofa neitt sem þú hringdir í mig í nótt. Þú ert eftir að vakna. Miðanótt. Góða nótt, Einar minn. Já, ok. Góða nótt.
Hann sagði eitthvað, sko. Hann sagði eitthvað, ég veit bara ekki hvað. Það var eitthvað. Þess að það gaus sem þú talar þegar þú hringdir í mig. Hver var það? Ég hef búinn að segja þér að það var enginn. Einar? Ég var bara myrkfælinn. Hey, come on, maður. Please að slappa af, Gunnar. Kannski var þetta bara túristi sem var týndur eða innbrottsstjófur sem var að sjá hvort að bústaðar að vera tómur. Ég meina, hann fór. Hvað viltu gera í? Ég nenni alltaf að búið til kaffi. Ég get ekki hugsað mér að það hefur komið. Sterkt, takk. Halló? Ég er hérna Hrunabæ, sem er aðeins nær veginum hérna. Já, Auður og Smári þau fá mig til að fylgjast með bústaðnum þegar þau eru ekki hérna. Já, svoleiðis. Þeir létu mig ekkert vita að það væri einhver að koma. Og þau eru ekkert fann að leigja þetta út. Er þetta eitthvað svona Airbnb-dót eða? Já, nei, ég er hérna með Einari, syni þeirra. Er Einar hérna? Já, hann er bara í sturtu. Já, ok. Og þú ert? Já, Gunnar. Gunnar heiti ég. Ég er sem sagt vinur hans Einars. Gyða. Sæl. Nei, nefnilega búið að vera svolítið að brjótast inn í bústaðina hérna. Nú? Já, koma á veturna sko þegar fólkið er farið í bæinn og þá er þetta bara að fara svona á milli bústaða. Og svo er þetta ekkert að flýta sér sko. Fólkið kemur tilbaka og þá er bara búið að borða á búrinu og drekka kaffið og já, stundum er fólk meira sem búið að fara í heitibótana. Veistu, þú segir þetta þá þá vöknuðu við það í nótt og það var einhver að banka hérna á hurðina. Ok. Og síðan fórum við út að gá og það var enginn hérna fyrir utan, sko. Og þú heldur að einhver hafi verið að brjótast inn? Já, veistu, hvað hana? Heyrðu, láttu þér ekki vera kalt, væni. Ef einhver er að reyna að banka aftur hjá okkur og svona, þá talið bara við Georg Ólafsvík. Lögustöðin, sko. Já. Já, nei, maður veit ekkert hvað þetta dópista pakka er að pæla, sko. Heyrðu, já, bara vertu sæll, væni. Eða góðan dag. Já, takk sömuleiðis. Hvað er skoða? Hún er ekki búin. Ha? Skákin hjá þér? Hún er ekki búin. Búin að fella kónginn en það er ekki mát. Nei, svona næstu því, sant? Hvað varst að tala við eitthvað? Nágranninn kom heimsókn. Gyða af næsta bæ. Til að fá lánaða sykur, eða? Hún held að ég væri innbrotsstjófur.
Einar. Vita foreldrar þínir að þú sért hérna? Af hverju? Heldur að þau hafi ekki ágjörð þess? Af hverju? Út af að halda að ég ætla að drepa mig? Já, ég ætla ekki að drepa mig, Gunnar. Og þau vita að ég hérna. Og hvað? Ætlarðu bara að vera einn hérna yfir jólin eða? Af hverju ekki? Ég hef allt sem ég þarf hérna. Einar. Er þetta ekki komið gott? Sko, það var einhver sem sagði við mig einhvern tímann að það væri bara hollt og gott að vera stundum einn. Hver var það aftur? Já, það varst þú, Gunnar. Einn, já, en þú veist... Hvað? Þú og vodkaflaska? Einar, það er allt í lagi að þú verður hérna yfir jólin og þú drekkir því í hel og frábært, skilurðu. En það er bara ekkert frumlegt við það. Ekki neitt. Og það er í rauninni dálítið bara... sorglegt. Gunnar, ég bað þig ekki að koma hingað. Það bað þig enginn að koma hingað. En veitu, þegar þú hringdir hérna í mig kvöldið, var það bara óvart? Djöfull getur verið óþolandi góður með þig, maður. Ég þarf þig ekki hérna til að bjarga mér. Mér líður bara mjög vel einn. Þannig viltu ekki bara drulla þér aftur til Reykjavíkur. Góðan daginn. Hæ. Áttu kaffi? Já. Það sín í morgun. Ég er líka með bensín. Já. Það var 8.565. Já. Viltu kvittin? Nei, takk. Hvað? Nei, ekkert. Er ég með eitthvað í andlitinu eða? Ertu að fara héðan? Er ég að fara? Já, ég er fært til Reykjavíkur. Ok, gott. Gott. Ok, takk. Ekki taka upp í puttaferðalang. Nú, þú lenti ykkur í vesinu með puttaferðalanga eða? Nei, ég er reyndar ekki með bílpróf. Ok. Takk fyrir kaffið.
Ég var alltaf svo hræddur við þetta hraun þegar ég var lítill. Það var algjör martröð fyrir krakka. Við köllum þetta manghvarfshraun. Hvað ertu að gera? Hvað ert þú að gera? Ég held að það er aftur í bæinn. Ég hætti við. Fólk var alltaf að týnast þeim. Ég týndist einu sinni þegar ég var krakki. En þú fannst. Veistu hvað sveltistampur er? Sérðu hylinn á það? Einu sinni þá kom snjóstormur hérna í ágúst. Mjög óvænt. Það var hópur af kindum sem var týndust inn undir hraunið. Og söfnuðust saman hérna í hylinn. Og leita sér á skjóli. En á einhverjum tímúti þá elti refur þær ofan í hylinn. Svo þegar bændurnir fundu loksins kindurnar þá var refurinn löngu horfinn en snjórinn, hann var alltaf svona blóðflekkóttur. Flesta kindurnar voru dauðar en einhverjar hefðu lifað. Þær voru að éta hræin af hvor annar. Djöfus kjaftaði. Einar, ég veit alveg eftir þinni. Einar. Sorry. Ég var Hvað er að þér, maður? Við erum ekki einir. Sjáðu. Hvað ætlaði þessi að gera? Ertu ekki að djóka?
Gunnar. Býti hér, ég ætla að tjekka á þessu. Nei, býti, Gunnar. Ég var 8 ára, sko. Mamma vissi hvað stærðin á svona örlítið, sko. Bara. Þú veist. Sko, langt síðan eitt svona. Þú veist, ef ég væri ekki með þér, þá var ég búinn að, þú veist, fríka út. Ég væri búinn að fara að ímynda mér hluti, sko. Hvað er þessa? Það er ekki að fíla Tanzan the Finger. Hver á þessu plötur? Amma og afi. Afi spilar sko harmoníku, þess vegna er svona mikið að... Vá! Hvað? Næs! Sett það á. Manstu það sem ég sagði þér í dag með þegar ég týndist í hrauninu? Já. Það var ekki mér að kenna. Ég átti nefnilega ósýnilegan vin. Og ég heit Límói. Ha, Límói? Já, ég veit, sjúklega gay. En bara þegar ég var lítill þá voru einhvern veginn ekki krakkar hérna. Ég var alltaf bara einn. Já, þangað til Límói birtist. Sá hann enginn nema ég. Það var eitthvað skrítið við hann. Hann var ekkert sérstaklega góður vinur. Það var hann sem vildi fara til hraunið. Ég var alveg bara, nei, það má ekki. Hann var mjög ákveðinn. Og þú var alveg pottþétt streyst mikið á móti eins og þér einum með lagið? Fórum hann út í hraunið. Og allt í henni, þegar ég leit við, það var bara ekkert nema raun. Hvert sem ég leit,
Bara hraun. Ég sá ekki eins og blokkirnar. Ég vissi ekki eins og í hvað átt þær voru. Hvað ertu gamall? 5 ára. Ég man þetta samt svo skýrt. Bara leit í kringum mig. Og ég var bara einn. Einn, gjörsamlega týndur. Þá hljóp Límó í burtu. Sagði bara ég þyrfti sjálfur að redda mér heim. Og hvað gerir svo? Ég bara grét. Bara grét og grét. Grét. Það var svona klukkutíma eða eitthvað. Svo fattaði ég að ég þyrfti að kalla á mömmu og pappa svo ég byrjaði að öskra. Öskraði. Þar til allt í einu kölluðu tilbaka. Ég pældi bara í að þau farið aðeins seinna af stað. Það var ekkert sem að ég hefði haft neina rödd til að öskra svona. Það hefði bara verið eitthvað lítið kríli, raddlaust í rauninu. Ég hefði orðið úti. Pottþétt. Og hvað var hann Límó? Við fluttum í borgina. Hann var eftir hér. Held hann hefði dáið. Hvað var þetta? Þú sérðu eitthvað? Nei. Halló! Komdu bara inn.
eitthvað stressaður? Fyrir samræmdu prófin eða áður en ég kom út úr skápnum? Hvað ertu búin að gera þetta sem þú komst hingað? Já, ég held að. Í alvörunni Einar. Þú veist, af hverju segirðu ekki neitt? Ha? Hvað hurðinni hefði verið læst? Þú hefði getað orðið úti. Heldur að ég vilja gera þetta? Ég ræði ekkert við þetta. Hvað er það að gera? Þetta er hann. Hvar fannst hann? Er þetta gaurinn? Er þetta gaurinn sem er búinn að vera að koma hingað upp í bústað? Hver gaf þér leyfi til að vera að skoða símann minn? Hefur einhvern tímann heyrt friðar gengalífsins? Er þetta hann Einar? Hver er þetta Einar? Þetta er bara eitthvað random gaur. Random gaur? Já. Þetta var bara eitthvað eini gaurinn sem var í 50 km radíus og ég talaði við hann. Það kemur þér ekki einu sinni við, Gunnar. Hvað, varstu það mikið á þörfinni að þú þurftir að velja fyrsta gaur sem var nálægt? Þegar ég væri aðeins dramatískari núna, þá myndi ég kýla þig. Komdu með símann. Komdu með símann, Einar. Einar! Nei, glætan. Ok. Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Ég bara að tjekka á þessu. Já. Ok. Tjekka aðeins á þessu. Hann er ennþá á sæðinu. Hittur hann? Nei. Ertu viss? Hvernig veit hann þá hvar þú ert? Hvernig veit hann hvar þessi bústaður er? Ok, ég hitt hann á Guðuskálum. Einmitt. Og hvað með það? Svo var hann bara ekki það sem hann sagðist vera. Hvað áttu við? Hann var öðruvísi. Og mér leið illa með það og ég fór. Þann sá mig ekki einu sinni. Ég mætti á undan honum og ég faldi mig meðan ég beið eftir honum. Ég er ekki heimskur, Gunnar. Og af hverju á Gufuskálum? Veistu? Já. Það er ekki lengur þitt mál hvernig ég hitti og hvað ég geri. Góðan daginn. Góðan daginn. Fallegir hestar. Já, þeir eru fallegir. Þeir eru samt svona svolítið órólegir þegar dagurinn fyrir að styttast. Já. En eins og þú sagðir í gær innbrotarhrinuna. Hefur þetta eitthvað verið að gerast núna upp á síðkastið? Nei, ekki svo ég viti. En hefur þú séð einhvern ókunnugan hérna í kring? Eða? Hvað annan en þig þá, eða? Já. Annan en mig, já. Nei, ekki get ég sagt það. Er einhver hérna í kring sem er einhvern veginn ekki alveg í lagi? Eitthvað skrítin eða eitthvað? Einhver sem hefði kannski
móðgast út af Einari eða þú veist, eða komið upp á bústað og banka og þú veist, Einar einn? Nei, enginn sem ég þekki, nei. Ok. Takk samt. Bless. Já. Hérna, það er gamall sveitabær, hérna 3 kílómetra suðvestu við Rökkur. Þetta er bærinn að Skretas. Ég hef reyndar ekki séð kallinn í smá tíma en ég veit ekki betur en að sé þarna. Hann giftist aldrei, hann Grétar. Nei, það heyri svona af og til sögur af kallinum. Á ungum vinnumönnum sem komu til hans í vist. Sem hafa kannski farið fyrr heim með þær ætluðu. Þeir segja allir að kallinn hafi verið svolítið þreifinn. Ég var að fletta í gegnum myndir á símanum mínum og ég fann eina af okkur á þessari strönd síðasta sumar. Ég var búinn að eyða þessu öllu úr tölvunni og símanum. Ég held það allt farið. Ef þetta er ekki til á mynd eða vídeo, það var bara eins og það hefði ekki gerst. Vildur núna við það mikið gerst? Kom bara eitthvað til að reyna að fá okkur svona jarðbyggi. Ég er bara búinn að vera í einhverju lausu lofti síðustu dag. Þessi jökull, það fylgir mig hvert sem ég fer. Það er svona eins og akkeri, ég veit hvar ég er núna. Ég hefði ekki átt að hringja í þig þarna í dag. En ég mundi samt það sem ég var búinn að gleyma.
Hvað? Síðasta daginn okkar í sumar. Þegar við fundum húsið? Hverju varstu búin að gleyma? Hverju manst þú eftir? Segðu mér frá síðasta deginum okkar í sumar. Ég skil ekki af hverju það skiptir einhverju máli. Sestu niður. Sjá þetta fyrir þér. Það var heitt. Og það var líka kalt. Það kom svona kaldur gustur frá jöklinum. Og þá fundum við húsið. Þú manst alveg hvað gerist næst. Eftir það. Æ, Jesus. Slökktu ljósin. Þú sagði mér eitthvað. Býta aðeins. Býtu. Hvað? Býta aðeins. Býta aðeins. Býtu. Gunnar. Hérna. Segðu mér frá fyrsta skiptinu. Af hverju? Bara ég fór þetta. Hvenær var fyrsta skiptið þitt? Ég var allt ungur. Það var eitthvað meira. Af hverju varstu svona skrítinn? Þú fórst eitthvað. Bara á mig, alveg kaldur. Af hverju sagðirðu mér ekki frá þessu? Ég man þetta ekki svona. Nú? Gunnar? Það var engin strákur þarna. Það var engin þarna nema þú. Það var eins og þú væri ekki tengdur. Það tók alveg smá stund að fá það tilbaka. Ég velti því svo oft fyrir mér hvað það var sem þú varst að hugsa. Eða sjá. Hvað sástu? Ekkert. Þú er ekkert fucking breyst. Hvað á það að þýða? Þú talar aldrei við mig. Þú segir mér aldrei neitt. Þú ert alltaf lokaður þegar við vorum saman og svo þeir reynda að ná okkur upp úr eða bara fórstu.
Einar, ég fór að því við pössuðum ekki saman. Og það var bara miklu betra að ljúka þér strax í staðins að vera að bíða með þetta eitthvað lengur. Þú ákvaðst það bara sjálfur. Þú sagði mér aldrei að það væri eitthvað að. Og væri kannski að reyna að laga það sem var í gangi. Þú bara gafst upp. Og hvað hélst þú eiginlega? Hvað, að lokka mig hingað upp eftir svo myndi kannski byrja eftir saman? Já, kannski. Kannski þú myndir hugsa aðeins mig. Þegar áttaði á að hún skildi mig eftir í algjöru fokki. Að ég væri hérna ennþá, þótt að þú sért kannski ekki að hugsa mig. En Einar, það er bara ekkert að fara að gerast. Af hverju ekki? Ég er að hitta annan strák. Hitta? Og við erum meira en að hitta, þú veist. Við erum saman. Og þannig er eiginlega bara alveg fluttur inn til mín. Hver? Það skiptir engu máli. Það skiptir mig máli. Þetta er bara strákur á háskólanum. Síðan hvenær? Einar, segðu mér það bara. Síðan október. Byrjun október. Þekktur hann þegar við vorum saman? Skiptið einhverju máli núna, í alvörunni. Það sem þú sagðir. Kannski seinna. Kannski á betri tíma. Djöfusins. Fokkin legar. Hvað átti ég að segja? Hvað átti ég að segja? Ég vissi ekki hvað þetta að segja. Einar. Þú voru að fyrir ekki að lífið er bara aðeins flóknar einhver Instagram veruleiki. Ha? Það eru engar reglur. Og það er engin punktur sem segir mér hvernig ég má byrja að deyta aftur og ekki. Það bara gerðist. Og veist, stundum skil ég ekki, notið þessi forriti eins og þau fáið borga fyrir það, vaðandi í nammibúðinni bara og svo þegar allt er á botni kvöld þá eru þið allir sjúklega hetir og normatífur og vilja að allt passi í einhverja stereotypu fyrir ykkur. Lærðu að hætta að nota þessi fokkin orð og hætta að alhæfa Ég er bara kominn á þann aldur að ég nenni ekki að vera einhver barnapía fyrir einhvern drikkfelldan skapund eins og þig. Hvað ætlarðu að gera núna? Sorry.
Gunni. Fyrirgefðu. Fyrsta skipti mitt var þegar ég var 17 ára. Við notum yrkið þá. Yrkið? Já. Það var ekkert annað í boði. Ég var ekki komin út úr skápnum. Það var alltaf eitthvað voða flókið. Og svo byrjaði ég að tala við hann gaur. Hann var alveg í kringum 30. Rosa sjarmerandi. Hann var alltaf að segja mér að það myndi allt vera betra þegar ég kem út úr skápnum. Að við hefðum allir gengið í gegnum það sama og það var bara næs. Sjúklega fyndinn og sætur. Hann sendi mér myndir og svo bað hann að fá að hitta mig. Og áður en ég vissi að hann væri komin upp í strætó og leiðin upp í Vesturbæ þar sem hann átti heima. En man alveg að hjartaði mér hamaðist í strætónum. Ég var alveg nokkru sinnum næstum búinn að snúa við og hætta við þetta allt saman. Ég hélt bara áfram. Ég var alveg þurr í mununum. Man var illt í maganum. Síðan var ég bara kominn. Bankaði á hurðina og hann kom til dyra en tók eftir þetta var einhvern veginn ekki hann. Ég þekkti hann alveg á myndunum. Hann var bara 10 árum eldri. Töluvert yngri. Ég bara fraus. Og þegar hann opnaði hurðina þá fann ég innan í mér að þetta var ekki rétt. Það ætti bara að fara. Allt einhvern veginn á röngum forsendum og þetta myndi bara enda illa. En ég einhvern veginn gerði það ekki, ég fór ekki. Ég einhvern veginn ég var svo spenntur. Ég var náttúrulega líka graður. Og svo þegar ég kom inn og þá sá ég að vinur hans var í sófanum. Svipuð týpa á sama aldri. Ég man að hann brosti allan hringinn þegar hann sá mig. Hann bauð mér upp á vodka. Ég hafði aldrei smakkað vodka þá. Og svo lét hann mig setjast á milli þeirra í sófanum. Og við byrjuðum að spjalla. Eða, þeir byrjuðu að spjalla, ég sagði ekki neitt, ég var svo feiminn að ég gæti ekki komið upp orði. Þeir hlógu og voru klúrir, man ég. Snertu mig. Og þegar þeir snertu mig þá fann ég svona fiðring upp allan líkamann. Ég vissi ekki hvort að fiðringurinn væri góður eða reynt og beint óþægilegur. Síðan bankaði á dyrnar. Það var sem sagt annar maður kominn í heimsókn, vinur hans. Og hann var með svona myndavél með sér, svona gamla. Sem svona tekur spólur í. Er ég samátt við gerum smá myndband, sagði hérna gaurinn á yrkinu. Og ég bara kinkaði kolli, ég hafði enga rödd. Svo mér langaði bara að hlaupa út, en ég bara gerði það ekki. Og þeir gáðu mér meira að drekka og þeir klæddu mig úr fötunum. Og þeir klæddu svo úr fötunum. Og það sem þeir gerðu svo við mig, ég held að fólk gerði ekki svoleiðis.
sem byrjaði að blæða. Og ég bara bað að hætta en þeir sagði að þetta væri bara eðlilegt fyrir fyrsta skipti. Og þetta gerist líka á stelpum í fyrsta skipti. Og þeir héldum bara áfram. Hver af öðrum. Og ég bara beit á jaxlinn, ég bara lét mig hafa það. Og svo þegar voru búnir þá kysstu þeir mig. Og ég klæddi mig í fötin og ég fór. En áður en ég fór þá sagði ég takk. Þeir nauðguðu þér. Já. En mér fannst það spennandi. Mér fannst það gott. Mér fannst það líka vont, en mér fannst það líka hræðilegt, sko. En ég erfiði ekkert við þessa gaura lengur. Ég sé það oft á förnum vegi og við munum alveg. Ég held bara að þeir muni þetta aðeins öðruvísi en ég. Ég veit alveg hvernig það hljómaði þarna þegar ég hringdi. En ég ætla aldrei, ekki í alvörunni. Ég hugsaði alveg um það. Ég hugsaði alveg um það. En ég hef aldrei gert það. Fyrsti kossinn okkar var undir Norðurljósum. Það var eitthvað sem ég ætlaði alltaf að muna. Einar!
ekki í lagi með þig? Hvernig komst þú inn? Það var opið. Ég vaknaði við bílflaut og ég held að það væri kannski einhver að brjótast inn og þú voru að kalla hjálp. Veitu hvað er svona fyndið? Ekki neitt. Ætlarðu að segja mér hvað er í gangi hérna? Hann Einar er horfinn. Hvað er að Einari? Hvað meinarðu? Ég meina, af hverju er hann að fara svona út miðanótt? Hún leið illa. Ég kom og athugaði með bústaðinn daginn áður en ég hitti þig. Kom enginn til dyra þegar ég bankaði. Ég held hann hafi komið hingað upp eftir til að, vera einn. Það myndi ekkert með að selja þig, sko. Ég fór aftur nóttina. Bara svona til að vera viss að það var enginn að brjótast inn. Það var enginn þarna í bústaðnum. Hvenær sástu Einar síðast? Ertu allt í lagi með þig? Fólk sér stundum hluti í myrkrinu. Herðu, takk, en geturðu bara hleypt mér út? Geturðu hleypt mér út? Herðu, býttu... Ég get fundið Einar sjálfur, geturðu bara hleypt mér út og takk kærlega fyrir hjálpina. Hvernig ætlar ég að fara því að Ég bara finn út úr því sjálfur, geturðu hleypt mér út?
finna hann. Ég held kannski að hann kæmi hingað aftur. Halló? 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 Er ykkur þarna? Já? Ég er fastur. Hvar ertu? Og hvar er mamma og pabbi? Ég veit það ekki. Ég vaknaði bara hérna. Please. Ég heiti Límói. Límói? Hvar ertu? Hérna. Hæ, Gunni. Þetta er ég. Ég veit ekki alveg af hverju ég er að hringja. En færðu ekkert tímann þessa tilfinningu þegar þú vaknar miðja nótt. Það sé eitthvað með þér í myrkrinu. Eða einhver. Þegar ég er í rökkri þá finnst mér alltaf eins og að sé eitthvað með mér. Inna!
Ég þarf að tilkynna mannslát. Spoke a few words, now they've been said and it's too late to try. I want you to try to change my mind. Sing me a song, sing me a song to last my life. Give me a line for one more song. The music fades, I can't escape our history. My body, it caves, I can't forget. I let you go,
rest my life. Give me a line for one more song.